Kæru brautskráningarnemar, aðstandendur og samstarfsfólk. Velkomin á brautskráningar-athöfn Verkmenntaskólans á Akureyri á vetrarsólstöðum 2024 á þessum stysta degi ársins. Síðustu dagar hafa verið stuttir og dimmir en það veitir von að þeir verða minnstakosti ekki styttri en dagurinn í dag. Og hægt og rólega sólin og jörðin að sjá það að bæta upp myrkrið og bæta smá meiri birtu inn í hver dag sem framundan Og talandi daga, flest okkar þekkja sögurnar Bang Símon og vini hans. Sjálf las ég þessar sögur sem barn og seinna fyrir mín börn og það tilvalið að byrja daginn á því að segja eina stutta Bang Símon sögu. Einhvern tímann voru þeir félagar Bang Símon og Grislingur á gangi í skóginum. Hvaða dagur í dag, spurði Bang Símon. Nú, dagurinn í dag, svaraði Grislingur. Og þá sagði Bang Símon, allir dagar með þér eru uppáhaldsdagurinn minn. Svo dagurinn í dag uppáhaldsdagurinn minn. Og ég vona það að í minningunni verði þessi dagur einn af uppáhaldsdögunum ykkar hér kæru brautskráningarnemendur. Og jæja, og hvað svo? Á tímamótum sem þessum sem allt þetta unga fólk hér á sviðinu stendur frammi fyrir eru örugglega einhver sem velta fyrir sér hvað svo. Sum hafa skýr markmið framhaldið en önnur hafa ekki hugmynd það og spyrja þess vegna örugglega hvað svo og kannski líka að ég til hvers var nú að þessu. Kennarar og starfsfólk skólans velta líka fyrir sér hvort þið séu tilbúin. Hvort sem það til frekara náms eða beint út í atvinnulífið. Hvernig höfum við í VFMA náð að nesta ykkur upp inn í framtíðina og stundum finnst okkur erfitt að sleppa takinu. Það þarf að kenna ykkur eitthvað aðeins meira og undirbúa ykkur aðeins betur. Svolítið eins og foreldrar hugsa líka. En eins og með aðra fugla sem yfirgefa hreiðrið þá verðum við að sleppa takinu og trúa því að þetta hafi nú bara tekist nokkuð vel hjá okkur og þið reddið ykkur. Við höfum fulla trú á okkur. Í VFMA starfa 140 konur og karlar í alls konar störfum. Mörg ykkar úr starfsmannahópnum sem sitja hér á fremstu bekkjum hafa unnið í áratugi í VFMA, en sum eru alveg nýbyrjuð. Öll höfum við markað spor í líf þeirra sem sitja hér á sviðinu og eðlilega eru það mest kennararnir sem hafa mótað þau ár sem útskriftarnemendur hafa verið í VFMA. Kennarastarfið magnað starf. Einn kennari sem ég þekki lýsir starfinu svo skemmtilega og segir að það að kenna sé ávanabindandi. Ekkert sé eins gefandi og eftirsóknarvert að kenna nemendum og sérstaklega stærðfræði. Við sem störfum í skólum gleymum því stundum eða gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því hve mikil áhrif kennari getur haft á líf nemenda, algjörlega óháð skólastigum og aldri nemenda. Þeir skapa öruggt og hvetjandi umhverfi þar sem nemendur þora að spyrja spurninga og gera mistök. Þeir hlusta á nemendur sína, taka tilliti þeirra þarfa og áhuga. Þessi kennarar hjálpa nemendum að byggja upp sjálfstraust og trú á eigin getu. Ég viss það að við öll hér inni getum hugsað tilbaka og munum augnablik þar sem kennari breytti einhverju í lífi okkar. Fékk okkur til að staldra við og hugsa. Leiðbeindi okkur inn á svið sem voru okkur framandi, fékk okkur til að skilja eitthvað sem við höfðum ekki áttað okkur á, en síðast en ekki síst sýndi okkur kærleika og umhyggju. Kennarastarfi snýst ekki bara að vita og kunna eitthvað í ákveðnu fagi eða grein. Kennarastarfi snýst fyrst og fremst að hafa áhuga á fólki og að ná árangri með þeim af umhyggju fyrir framtíð þeirra. Ég sé nánast okkur einasta degi hve mikil áhrif kennarar hafa á líf nemenda sinna og það getur skipt sköpum fyrir framtíð nemenda hvernig samskipti, nám og kennsla fer fram á milli kennara og nemenda. Sjálf get ég nefnt kennara sem hafa haft mikil áhrif á mig og hvaða leiðir ég hef valið í lífinu. En stundum hef ég bara ekkert fattað það fyrir löngu seinna. Og það eru töfrarnir sem kennarar búa til. Og hér í VFMA eru margir kennarar sem búa yfir töframætti og eru áhrifavaldar sem eiga marga fylgjendur.
Við skulum því vera þakklátt kennurum fyrir að leggja sitt af mörkum til þess að gera okkur af þeim einstaklingum sem við erum í dag. Segið það við næsta kennara sem þið hittið. Þakkið þeim fyrir að hafa haft áhrif á líf ykkar og framtíð og ef ekki okkar eigin, þá barnan okkar eða annara ástvina. Takk kennarar fyrir mig, hvar sem þið eruð. Vináttan er okkur öllum afar mikilvæg og hún er svo margt í okkar daglega lífi. Samskipti við annað fólk nærir okkur og getur líka verið að éta okkur upp ef við eigum í erfiðum samskiptum. Lífið er og verður alltaf þannig að við munum eiga góða daga og erfiða daga. Það hvernig við byggjum upp samskipti og vináttu við annað fólk verður ekkert kennt eingöngu í kennslustofu. Við lærum mannleg samskipti með því að umgangast annað fólk og þannig verður líka vináttan til. Vinátta getur breytt lífi okkar og það oftast til góðs. Að eiga góða vini sem tekur vinum sínum eins og þeir eru getur verið huggun þegar eitthvað bjátar á. Við lærum svo margt í mannlegri hegðun í gegnum vini okkar, samkennd, hjálpsemi, finna að það er einhver sem þarf á mann að halda, en líka hvernig við getum tekist á við mótlæti. Því alltaf reynir á sanna vináttu einhver tímann. Það koma upp árekstrar og mótlæti og þá þurfum við að kunna að takast á við það. Við þurfum að læra að taka öðru fólki, líka vinum okkar, eins og þeir eru. Og þið nemendur, þið eru okkur dýrmætt og við leggjum okkur fram við að undirbúa ykkur undir framtíðina. Fagmennska, fjölbreytni og virðing eru einkunnarorð skólans. Það er einlæg ósk okkar í VFMA að þið haldið út í lífi með sterka tengingu við þessi orð og þau gildi sem þau standa fyrir. Verið fagleg í ykkar störfum þeim störfum sem þið takist á við í framtíðinni, fagnið fjölbreytileikanum hvernig sem hann birtist ykkur og beri virðingu fyrir ykkur sjálfum og samferðafólki ykkar. Það hefur verið líf og fjör í VFMA á þessu ári og svona af því að stundum er því haldið fram að ekkert hafi gerst í skólastarfinu eða félagslífinu, þá er gott að rifja hérna nokkur atriði upp. Í byrjun haustannar var haldið nýnemahátíð og nýnemaball þar sem að 400 ungmenni skemmtu sér og dönsuðu fram á rauða nótt. Leikfélagið setti upp Halloween draugahús, starfsfólk og nemendur klæddu sig upp á jólapeysudegi og sparifatadegi, haldið var söngkeppni nemenda, nokkrir gleðidagar þar sem felast í því að nemendafélagið tekur á móti nemendum í upphafi skóladags og færir þeim einhverja gleði, oftast í formi einhvers sem er matarkyns. Þá var haldinn framboðsfundur með frambjóðendum til Alþingis, en sá fundur var skipulagður af nemendum fyrir nemendur. Í kjölfarið tóku nemendur þátt í skuggakosningum eins og flestir framhaldsskólar á landinu. Nú er leikfélagið að kalla eftir nemendum í hlutverki leikrit sem verður sett upp á vormánuðum og Gettu betur-lið skólans er búin að vera að æfa á fullu og keppa núna strax í byrjun janúar. Nemendur ljúka námi sínu með lokaverkefni og þau eru eins fjölbreytt og námsbrautirnar eru margar. Nokkri kennarar hafa verið að prófa sig áfram með leiðsagnarnám og það er mikið gróska hjá kennurum í því að finna nýja leiðir í námi og kennslu. Nemendur á listnámsbraut sýna lokaverkefni sín í Listasafninu á Akureyri og nemendur í VFMA hafa nógu góðum árangri í stærðfræðikeppni framhaldsskólanna á þessu ári. Erlent samstarf verið með miklum blóma, nemendur og starfsfólk hafa tekið á móti gestum og tekið þátt í ferðum og verkefnum erlendis sem aldrei fyrr. Nemendur og starfsfólk VFMA fá dýrmæt tækifæri í gegnum erlent samstarf og er reynsla sem þeir búa af alla ævi. Og meðal annars að því að við erum að útskrifa nemendur í Hárin, að þá fara nemendur í Hárin alltaf í 2 vikur til Malaga á Spáni og eru að stunda námi sitt þar, þannig að það eru ýmis tækifæri til. Til Akureyrar hafa komið á annað 100 manns í gegnum hin ýmsu verkefni sem VFMA tekur þátt í og hátt í 100 nemendur og starfsfólk skólans sem hafa farið erlendis. Við fengum á árinu viðurkenningu fyrir fyrirmyndaverkefni og getum stolt sagt að VFMA sé í fararbroddi hvað varðar erlend samstarfsverkefni á Íslandi. Og í lok ágúst var svo haldið upp á 40 ára afmæli skólans með veisluhöldum, bæði fyrir okkur í skólanum og velurunum skólans, en líka búið til veislu með núverandi og fyrrverandi starfsfólki skólans. Það er því að sannarlega nóg að taka í VFMA og þetta er alls ekki tæmandi listi yfir það fjölbreytta starf sem starfsfólk og nemendur vinna að á hverri önn.
En þá ætlum við að fá hérna tónlistaratriði og í þetta sinn það hún Hafdís Inga Kristjánsdóttir sem ætlar að syngja fyrir okkur. Hún útskrifuð úr VFMA fyrir, minnir mig, 1-2 árum síðan, keppti einu sinni fyrir hönd verkmenntaskólans í söngkeppni framhaldsskólanna og hún hefur verið í söngnámi. En hún ætlar að syngja lag sem hún ekki alveg koma hérna einhvers staðar? Hafdís. Jú, hún að koma. Já. Allt að hafa sig, en Hafdís ætlar að syngja lagi sem heitir Dag einn á jólum. Það íslensku texti eftir Stefán Hilmarsson og Berg Ebba og við þekkjum þetta lag á öðru tungumáli sem Someday at Christmas. Gjör svo vel, Hafdís. Að leik okkur ekki lengur með vopn, sá desember mun fær okkur frið að frjálsra manna sið. Dag einn á jólum við metumst ei meir, mótuðumst hvort úr sama leir. Þá það ljóst hvað lífið snýst og lýsir heiminum. Sá dagur í samun dreymum við að sjá, hvort dag þann lítum við erfitt að spá. Hann verður kannski ekki á okkar tímum, en hann verður á jólunum. Dag einn á jólum við mænum á mann, sem mettar burt hungrið og börnunum að. Þann fagra dag verður órétti eitt og jörðin verður breytt. Dag einn á jólum við getum öll glaðst, gefið og fórnað öllum til arðs. Þennan dag ég í hillingu sá og horfði glaður á. Sá dagur í samun dreymum við að sjá, hvort dag þann lítum við erfitt að spá. Hann verður kannski ekki á okkar tímum, en hann verður á jólunum. Dag einn á jólum mannkynið má að minna á sína kærleika sál. Þá hægt loksins að hefja upp á nýtt, heim án blóðs og stríðs. Sá dagur í samun dreymum við að sjá, hvort dag þann lítum við erfitt að spá. Hann verður kannski ekki á okkar tímum, en hann verður á jólunum. Já, hann kemur á jólunum. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Hafdís. En þá nú komið að því að við förum að hefja útskriftina. Ég vil nefna það að gestir í sal mega alveg koma nær sviðinu eða vilja ná myndum, en bæði Óskar Þór og Hilmar Friðjónsson sem eru starfsmenn í VFMA og eru hérna á svæðinu og taka myndir. Og það myndir sem þeir taka verða aðgengilegar á heimasíðunni seinna í dag eða í kvöld. Í þetta sinn erum við að útskrifa 116 nemendur með 123 skírteini, þar sem 7 nemendur að útskrifast með 2 skírteini. Alls hafa því á þessu ári útskrifast 256 nemendur, þar sem 140 nemendur útskrifust í maí síðastliðnu.
Nemendur VFM koma allstaðar af að landinu, ekki bara hérna á Eyjafjarðarsvæðinu, en þess má geta að á heimavistinni búa 130 nemendur VFM. Það er nemandi nánast úr hverju einasta póstnúmeri á landinu í VFM. Í dag útskrifast nemendur til dæmis sem búa í Dalsgerði, í Tröllagili, á Eyrinni eða á Brekkunni. Við vitum einhverja sem eru ættaðir úr Svarfaðardalnum og úr Skagafirði. Einhverjir kom frá Hjalteyri, Dalvík eða Húsavík. Já, og höfuðborgarsvæðinu og svo lengi mætti telja. Í útskriftarhópnum eru feðgar og það er einn nemandi að ljúka stúdentsprófi á 2,5 ári. Það eru nokkrir útskriftarnemendur sem áður útskrifast frá skólanum og geta bara ekki hægt að koma aftur og læra meira. Og í ljósi fjölbreytileika skólans eru hér nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku og sem hafa annarkvort flutt til landsins á fullorðins aldri eða fæðst á Íslandi og hafa erlendan bakgrunn. Fyrir nokkrum árum tókum við þá ákveðnum að hætta að vera með verðlaunaafhendingu fyrir námsárangur. Nám er ekki keppni að vera bestur í einhverju fagi. Námsárangur er ekki bara einkunn í námsmati, heldur það sem þú tileinkaðir með náminu. Það eru öll að uppskera hér í dag, öll hafa haft fyrir því að vera hér á þessu sviði. Sá sem fær hæðstu einkunn í áfanga er ekkert endilega að leggja miklu meira á sig en sá sem ná lágmarkseinkunn til að ná markmiðum áfangans. Í verðlaunaafhendingu fyrir ára höfum við aldrei spurt nemendur hvort að þeir kæri sig að vera kallaði fram á svið til að taka við verðlaunum. Það kæra sig nefnilega ekkert allir þessa athygli. Engu að síður munum við veita viðurkenningu til nemenda sem hefur náð bestum árangri við þessa útskrift. Viðkomandi fær viðurkenningarskjal og gjafabréf frá skólanum með skírteini sínu hér á eftir, en viðkomandi ræður síðan sjálfur hvað hann gerir við þær upplýsingar. Við höfum oft reynt að stjórna því hvernig gestir klappa í stál fyrir útskriftarnemum. Það hefur ekkert gengið rosa vel. Það bara gerist alltaf það sama, fólk klappa bara þegar því finnst því þurfa að klappa, þannig að þegar þið viljið klappa þá bara klappið, það má kalla húrra og alls konar flaut og alveg sama. Þetta er áfangi sem okkur ber öllum að fagna. En áfram með útskriftina, ég ætla þá að biðja Ómar Kristinsson, sviðsstjóra stúdentsprófsbrauta, sjúkraliða og fjarnáms að koma hingað og útskrifa nemendur sína. Alls eru 23 nemendur að útskrifast á stúdentsprófsbrautum, 2 félagsliðar, 5 sjúkraliðar og þar af 4 líka með stúdentspróf og svo eru 26 iðnmeðstarar, en allir iðnmeðstararnir taka námið sitt í fjarnámi og þetta eru stærsti iðnmeðstarahópur sem við höfum útskrifað. Já. Það er þannig. Fyrst ætlum við, viltu segja eitthvað? Ekki best ég segi sem minnst. Þá ætlum við að byrja á félagsliðum, en þetta er í fyrsta skipti sem við útskrifum félagsliða. Það nám er nám á 3. þrepi sem að flestir taka í byrjun í símenntunarmiðstöðum og koma svo í gegnum fjarnámi hjá okkur og klára námið sitt. Og það er ein hérna mætt til okkar, það er hún Ingunn Þórólfsdóttir. En jafnframt erum við að útskrifa Mari Heiðdal Karlsdóttir, en hún er ekki með okkur í dag. Og þá er komið að stúdentum af fjölgreinabraut og það eru 11 sem eru að útskrifast af þeirri braut og fyrstur er Aspar Máni Veigarsson Olsen. Birkir Mensalder Víkingsson. Brynhildur Írena Björnsdóttir. Jóhannes Ísfjörð Jónsson, er það ekki rétt að við? Jú, já. Karolína Móseko. Katrín Róbertsdóttir.
Margrét Rannveig Hinriksdóttir. Ragnhildur Tinna Gestsdóttir. Svavar Máni Geislason. Og Sæmundur Parsúnin Kristjánsson. En Kinga Parsik útskrifast líka af fjölgunarbraut og gat ekki verið með okkur hérna í dag. Síðan útskrifi einn nemandi frá Íþrótt- og lýðheilsubraut, það Ígor Bernat og hann ekki með okkur hérna í dag. Skum honum til hamingju. Og þá það nemendur af listnámsbraut, þau eru 4 sem eru að ljúka námi þar og fyrst textilbrautin fyrst, já. Alexandra Kolbrún Gísladóttir. Elisabeth Ír Jóhannesdóttir. Karen Líf Sigurbjargadóttir. Margrét Rún Stefánsdóttir. Og þá af listnámsbrautinu myndlistalínu og það Kara Líf Antónsdóttir. Það Katla Böðvarsdóttir. Og Loki Hilmarsson. En Klara Bergmann Hauksdóttir, hún var líka að ljúka stúdentsprófi af listnámsbraut og hún ekki með okkur í dag. Þá það Þórný Sara Arnardóttir og það gaman að segja frá því að Þórný hún að ljúka námi á stúdentsprófi á náttúruvísindabraut á 2,5 ári. Klappa hérna henni. Þá erum við með hérna 5 sjúkraliða og fyrst það Elsa Dögg Jakobsdóttir. Karen Ingimarsdóttir. Sóldís María Sigfúsdóttir. Silva Sól Guðmundsdóttir. Silvía fyrirgefðu. Og Unnur Atladóttir. Og það eru 2 hér að útskrifast af viðskipta- og hagfræðibraut, það Eyþór Logi Ásmundsson. Og Heiðar Snær Barkarsson. Og þá komið að iðnmeisturunum og þá þetta svona svolítið hver mættur og hver mættur. Aron Máni Sverrisson, hann meistarnám í múrsmíði. Næst Ára Letizia Chaman Velasquez, já. Hún meistari í hársnyrtiiðn. Næstur Ágúst Valdimarsson, hann að meistarnám í matreiðslu. Birgir Þór Stefánsson, meistari í húsasmíði. Björn Kristinn Andrésson, meistari í vélvirkjun. Engibert Haukur Kolbeinsson, meistari í húsasmíði, já. Næstur hjá mér Hólmar Bjarki Víum Bárðarsson. Já, þú bara aðeins að grafa hérna.
Hann er að ljúka meistaranámi í pípulögnum. Og Vélvirkjun líka. pípulögnum og vélvirkjun. Það stóð ekki á blaðinu mínu, hérna strókað út. Næstur Jón Ísleifsson, hann er meistaranámi í múrsmíði. Og Maciek Morawski, meistaranámi í stálsmíði. Og þá eru iðnmeistararnir búnir og ég ætla að lesa upp nöfn þeirra sem voru ekki með okkur hér í dag. Það er Alma Rún Jensdóttir, hún er meistari í hársnyrtiiðn, Aron Pétur Ragnarsson, meistaranám í rafvirkjun. Og rafeindavirkjun reyndar. Og rafeindavirkjun líka. Ágúst Heimisson, meistari í vélvirkjun, Berglind Hafsteinsdóttir, meistari í húsgagnabólstrun, það er ekki oft sem við sjáum það. Bjarni Hörður Halldórsson, meistaranámi í bifvélavirkjun, Einar Bjarni Ramos Björnsson, meistaranámi í húsasmíði, Eyþór Jónsson, bifvélavirkjun, Guðfinnur Ragnar Jóhannsson í vélvirkjun, Guðni Þór Skúlason í húsasmíði, Guðrún Ós Kummer í hársnyrtiiðn, Guðrún Ír Halldórsdóttir í hársnyrtiiðn, Hörður Gauti Viggósson í vélvirkjun, Ísak Einarsson í málaraiðn, Margrét Sæunn Pétursdóttir í vélvirkjun, Snæþór Vernharðsson í rafvirkjun, Vilhelm Otto Bíering Ottosson í múrsmíði og Ægir Lyngdal Unsteinsson í hársnyrtiiðn. Þakka fyrir þetta fólki. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ómar. Alltaf tár í augunum á Ómari þegar hann er útskrifað nefnd sín. Þá ætla ég að biðja hana Unni Ásu Atladóttur sem er sviðsstjóri starfsnáms að koma hérna og útskrifa nemendur í iðn- og starfsnámi. Og jafnframt útskrifar hún nemendur sem hafa lokið stúdentsprófi að loknu starfsnámi. En það eru alls 59 nemendur að útskrifast úr iðn- og starfsnámi með 60 í skírteini þar sem einn nemandi er að útskrifast með stúdentspróf að auki. Þá eru 3 nemendur að útskrifast eftir stúdentspróf að loknu starfsnámi. Og við ætlum að byrja hérna á nemendum í hársnyrtiiðn. Hún er ekki. Og þá er það fyrst Ása Lind Aradóttir. Birkir Már Hauksson. Blær Bergþóra Freysdóttir. Halldóra Helga Sindradóttir. Nikolína Grísespa. Sigrún Lilja Guðnadóttir. Og Stefania Tara Þrastadóttir. Theodora Mathilde Dilago. Og jafnframt útskrifaðist Anastasia Dilaga hérna frá okkur í Hársnyrtiiðn en er ekki með okkur í dag. Og þá erum við komin að húsasmíðum. Þar eru 11 að útskrifast og fyrstur hér er það Bjarki Hólm Heiðdísarsson, Freysson. Ísak Óli Bernharðsson. Jósef Bjarki Pétursson. Sindri Snær Stefánsson.
Símovit Alexander Gavorski. Og Þormar Sigursson. Þessa útskrift erum við að útskrifa 16 pípulagningamenn. Það góð tíðindi fyrir þá sem að byggja hús og bíða enn eftir píparunum sem ætla að koma næstu helgi. Þeir eru nokkuð margir sem eru ekki. Það Elvar Dúi Kristjánsson, hann hérna mættur. Og Guðmundur Stefánsson. Víkingur Þór Ásgeirsson. En það var víst svo rosalega mikið að gera hjá þeim, þannig að þeir komast ekki til þess að vera við útskriftina, en við fögnum öllum þessum pípulagningamönnum eins og öllum sem eru að útskrifast í þann og ég ætla að lesa nöfn þeirra sem eru ekki með okkur. Það Alexander Tausen Tryggvason, Áskell Egilsson, Bergvin Jóhann Sveinsson, Bóas Jakobsson, Brynjar Már Ómarsson, Sýrus Alexander Harper, Einar Dar Jepsen, Hlynur Elmar Mattíasson, Ingi Hrafn Theodórsson, Jón Svavarsson, Mikael Helgi Plöts Ernuson, Vernharður Ingi Snæþórsson og Þórhallur Andri Guðnason. Og þá erum við að útskrifa hér 17 rafvirkja og þetta fyrsti hópurinn sem við útskrifum í kvöldskólanámi. Þannig að það fagnaðarefni að þetta sporgöngu fólk búið að gangi gegnum það að fara í gegnum fyrsta hópinn og kennararnir líka. Þannig að við erum að fara á stað svo með nýjan hóp núna eftir áramót. Það mikil aðsókn í þessar 2 greinar sem ég búin að nefna hérna, pípulagnir, rafvirkjun og reyndar húsasmíðin, langstæðstu greinarnar okkar. En fyrstur mættur hér Ágúst Már Sigurðarson. Birgir Eiríksson. Eyþór Hrafnar Ketilsson. Hákon Logi Árnason. Hulda Benediktsdóttir Voge. Ekki Jóhann. Þá það Marcin Jerski Karkovski. Óðinn Guðmannsson. Næstur Skafti Þór Hannesson Maklúr. En jafnframt útskrifust hér Benedikt Egils Sævarsson, Mattheus Garlag, Sigurður Tómas Árnason, Sævar Örn Þorsteinsson, Torfi Jóhann Sveinsson, Þiðrik Hrannar Unarsson, Óðinn Guðmarsson og Reynir Birgisson. Við erum að útskrifa fleiri í rafvirkjun. Það eru vélstjórnarnemendur vélstjórar sem að klára D-réttindin, þeir geta bætt við sig rafvirkjun. Og það eru 2 hérna í dag, það Birgir Freyr Elvarsson. Hvorugir, ok. En þeir eru sem þetta útskrifast. Birgir Freyr Elvarsson og Gísli Marteinn Baldvinsson. Við erum að útskrifa 1 vélstjóra, Darri Rúnarsson. Og úr vélvirkjun að útskrifa Sóley Sandra Gunnlaugsdóttir.
og þau eru 3 sem eru að útskrifast sem stúdentar að loknu starfsnámi. Það er Anna Kristjana Helgadóttir, Bjarmi Már Eiríksson, og jafnframt útskrifast Ólafía Silvía Gabrieludóttir en hún er ekki með okkur í dag. En þá er útskriftarnema lokið, viltu segja eitthvað Unnur? Nei. Og þá er komið að þessu. Setjum við búina. Þá er komið að síðara tónlistaratriðin í dag og það er hann Svavar Máni Geislason sem var að útskrifast hér af Fjölbrautabraut sem stúdent og hann ætlar að koma hér fram á svið og taka lagið Sólin er komin. Er engin starfsmaður í hófi sem kemur með þetta? Kemur það. En hann ætlar að taka lagið Sólin er komin en það er lag og texti eftir Múkisson. Og textin er svolítið lýsandi fyrir þau tímamót sem að nemendur standa á núna við útskrift og ekki síður ber okkur von sólina sem núna byrjar að hækka á lofti. En það sem líka geta Svavar Máni hefur held ég bara alltaf tekið þátt í söngkeppninni í VFMA, þannig að auðvitað líkur hann þessu hjá okkur í VFMA með að syngja útskrift. Takk. Út í leitað frið, ég fer af stað, nema hvað, að finna logn í hvirfilbyl. Rútínan hún tamdi mig, öll ábyrgðin og flækjustig, og það frá fúsa liggur á, og loksins siglt á önnur mig. Sólin er komin og hún hleður mig. Vindurinn blæs andlitið. Sveiflast fram og aftur í takt við útvarpið. Já, stundum bara gott að vera til. Enduræsið þessa vél, bogna vængi og stjél. Ég slappa af, nema hvað, finn í mér ást og líður vel. Já, sólin er komin og hún hleður mig. Vindurinn blæs andlitið. Sveiflast fram og aftur í takt við útvarpið. Já, stundum bara gott að vera til. Já, sólin er komin og hún hleður mig.
vindurinn blæs andlitið. Sveiflast fram og aftur í takt við útvarpið. Já, stundum bara gott að vera til. Takk fyrir. Hressandi að fá svona sól í hjartað. Hér í dag útskrifast nokkrir nemendur sem hafa sett mark sitt á félagslíf skólans og það ljúfsárt að sjá eftir útskriftarnemendum okkar fara út í lífið, en sérstaklega sjáum við eftir þeim sem hafa helgað sig félagslífinu á námstíma sínum í VFMA. Sumir kannski sett það ofar náminu, en það nú bara lífsins saga og reynsla sem nemendur búa að alla tíð. Ég vil þakka fulltrúum nemenda í stjórn Þórtunu fyrir afar farsælt starf í vetur og það hefur verið frábært að horfa á þau, efla félagslífi í skólanum og halda utan viðburði, en ekki síður að standa með hagsmunum nemenda og þeirra velferð. Við brautskráningu hefur skólinn ávallt afhent blómvendi til þeirra nemenda sem hafa setið í stjórn Þórtunu nemendafélags skólans eða komið með öðrum hætti að skipulagi og framkvæmd í félagslífinu, svo sem tengt viðburðum, leiksýningum, keppnum fyrir hönd skólans og hagsmunagæslu nemenda. Ég vil biðja Helgu Jónasdóttur, aðstoðarskólameistara, að koma hérna og færa tveimur nemendum blómvönd og biðja þau Svavar Mána Geislason og Margréti Rún að koma hingað og Margrét Rún að koma hérna og taka við blómvöndum fyrir. En eitt af því skemmtilegasta á útskriftum VFMA ræða útskriftarnema. Ég vil biðja Stefaníu Töru Þrastardóttur að koma hérna í pontu og flytja okkur ræðu fyrir hönd útskriftarnema. Svo vel, Stefanía. Kæru samnemendur, ættingjar og vinir, starfsfólk VFMA og aðrir gestir. Gleðilega hátíð. Stefanía Tara heiti ég og var mér falið að halda hérna örstutta ræðu fyrir hönd útskriftarnema haustannar 2024. En fyrir ykkur sem þekki mig þá veit þið að þessi ræða verður aldrei stutt. Ég var mjög lengi að ákveða hvort ég ætti að vera rosa formleg og stikla bara hér á stóru í staðreyndum VFMA og það frábæra starfsfólk sem starfar þar. Eða leyfa mér að hafa þetta dálítið Stefaníulegt og grínast bara í ykkur í nokkrar mínútur. Ég komst að þeirri niðurstöðu að þetta verður bara beggja blands, formlegheit og stefnulegheit. Mér finnst alls ekki úr vegi að óska ykkur gleðilegra hátíðar í dag vegna þess að við erum hérna saman komin í hofi til að fagna merkum áfanga í lífi okkar allra. Með mér á sviðinu í dag eru 80 nemendur úr öllum hornum verkmenntaskólans og útskrifast með ýmsa titla. En ég held ég tali fyrir alla samnemendur mína hér þegar ég segi að við höfum lagt blóð, svita og tár í okkar nám síðustu misseri og uppskerum svo sannarlega eftir því hér í dag. En mér oft hugsað tilbaka nokkur ár aftur í tíman þegar ég var að feta mín fyrstu spor í verkmenntaskólanum á Akureyri og voru þau spor auðvitað tekin þar. Árið er 2011 og ég var 16 ára gömul, tók auðvitað strætó alla daga í skólan úr þorpinu, var góðar 17 mínútur á leiðinni með snúru heyrnartólin í iPodinum. Þessar minningar eru algjörlega rolsinn í mínum huga. Ég gekk þó í allskyns hlutverk innan skólans, gegndi hlutverki ritara Þórtunu og síðar formanns Þórtunu og má segja að ég hafi ekki endilega verið óáberandi í félagslífinu. Ég sagðist þó á sínum tíma ætla að flytja lögheimili mitt úr VFMA og aftur heim eftir minn vetun sem formaður, en líkt og glöggir sjá þá stóð ég ekki við það. Skemmst frá því að segja að lítið sem ekkert hefur breyst í verkmenntaskólanum á Akureyri.
Ég er jú 10 árum eldri en meðal nemandi í dag. Ómar Kristinsson fór úr rauðhærðu í grárauðhært, sko bæði hár og skegg. Sigríður Huld, hún færði sig einn rass úr aðstoðarskólameistara í skólameistara. Eins og ég segi, allt eins og það á að vera. En ég tel að þessar litlu breytingar sem hafa orðið í Verkmenntaskólanum á Akureyri síðustu ár séu merki þess hve góður vinnustaður og skóli VFMA er. Og er það auðvitað mikilvægt til þess að nemendur blómstri í námi, líkt og ég og þessi hópur útskriftarnema höfum augljóslega gert hér í dag. Þegar ég fekk að vita að mér væri falið að flytja þessa ræðu hér í dag, þá lagðist ég að sjálfsögðu í rannsóknarvinnu, las yfir eldri ræður útskriftarnema og ég fann rauða þráðinn. Hann var sá að allir væru með tárin í augunum að kveðja VFMA. Það væri ótrúlega gaman að útskrifast en sárt að kveðja. Ég tengi við þetta að mörgu leyti, öðruvísi þegar maður er svona gamall nemandi, en alltaf sárt að kveðja. Bæði er sárt að kveðja VFMA og allt sem þessum frábæra skóla fylgir. Ég mun þó reyndar sakna Ómars minnst. En við erum hérna í dag til að fagna. Við erum hér til þess að fagna velgengni og metnaði, vináttu, gleði og sigrum. Í dag er ég þakklát fyrir að vera hluti af þessum magnaða hópi útskriftarnema, en ég er ekki síður þakklát fyrir að vera hluti af litlu hárgreiðslu fjölskyldunni minni þar sem ég hef eignast vini fyrir lífstíð. Í dag flyt ég þó loksins lögheimili mitt heim fyrir fullt og allt og ég ætla að standa við það í þetta sinn. Ómar, þetta er allt í lagi, þú ert að losna við mig. Til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar, þeir eru sigurvegarar dagsins sem létuð aldrei hugfallast. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa skemmtilegu ræðu, Stefanía. En nú ætla ég aðeins að snúa bakinu í ykkur og tala hérna til nemendahópsins. Jæja, kæru brauðskráningarnemendur, til hamingju með árangurinn. Þið eru öll sigurvegarar. Þið hafi náð takmark ykkar og sum ykkar hafa þurft að leggja á sig mikla vinnu, blóð, svita og tár til að ná þessum áfanga, en það dugði til því að nú eru þið hér. Verið stolt af árangri ykkar og horfið björtum augum til framtíðar. Verið trú landi ykkar og uppruna og farið vel með móðurmálið ykkar. Berið virðingu fyrir fjölskyldu ykkar og vinum og öllu því fólki sem verður á vegi ykkar í framtíðinni. En fyrst og fremst berið virðingu og umhyggju fyrir ykkur sjálfum og þeim verkefnum sem þið takist á við í framtíðinni. Ég vona að þið eigið góða minningar frá tíma ykkar hér í VFMA. Það er sagt þessi svokölluðu framhaldsskóla ár að þá kynnumst við oft á tíðum okkar bestum vinum sem við eigum ævilangt. Og ég veit að það eru vinahópar í þessum útskriftarhópi sem kannski sum ykkar fylgjast áfram að í námi eða störfum. En hjá öðrum skilja leiðir á vissan hátt nú við brauðskráningu. Vináttan verður áfram til staðar. Viðhaldið vináttu hvors annars. Takk fyrir að velja VFMA sem ykkar skóla. Verið stolt og til hamingju. Góðu gestir, það er að koma að lokum þessarar hátíðar. Ég vil biðja fólk að sitja kyrrt í sætum sínum á meðan við hér á sviðinu göngum fram. Að því loknu vil ég biðja gestum að yfirgefa salinn og við stillum upp fyrir myndatöku hérna á sviðinu og þá mun Páll ljósmyndari taka mynd af hópnum. Þegar Páll verður búinn að mynda hópinn þá verður gestum leyft að koma inn í salinn og taka hópmynd. Ég bendi líka á það að það er svo kallar ljósmyndakassi hérna frammi við veitingastaðinn þar sem hægt er að stilla sér upp og taka mynd
með VFMA ramma og svona skemmtilegum bakgrunni. Að lokum vil ég tala til starfsmanna VFMA. Þetta ár hefur haft sína áskoranir eins og gengur og gerist, sérstaklega í fjölmennum námshópum. Bág fjárhagsleg staða skólans hefur sín áhrif á skólastarfið og það hefur áhrif á starfsmannahópinn við að ná markmiðum með nemendum sínum. Við getum þó horft björtum augum til framtíðar þar sem að skrifa bæði ráðherra og bæjar og sveitarstjórar hér í nágrenninu skrifuðu undir samning stækkun skólans síðastliðið vor og við vonum svo sannarlega að það verði að veruleika að það verði eitthvað farið að gerast meira á næsta ári, til dæmis þó það væri ekki nefn bara hönnunarvinnan. Það eru framöndabreytingar sem tengjast námi og kennslu. Við í VFMA eigum að hafa okkar áhrif þar. Við þurfum að efla nám og námstækifæri í okkar nærsamfélagi og ekki síður að hlúa að okkur sjálfum. Eflast í starfsþróun og taka nýjum áskorunum og tækifærum fagnandi. Það verður alltaf í okkar höndum að halda í mennskuna í tækniþróuðu framtíðarsamfélagi. Í heimi sem sífellt að breytast og áreitin eru mörg hlutverk kennara afar mikilvæg. Kennarastarfi mun seint hverfa algjörlega inn í heim sjálfvirkni og snjallvæðingu þó tækni sé sannarlega að breyta kennsluháttum og skólastarfi. Áhersla í skólastarfi verður að vera í þá átt að halda í tungumál okkar og menningu, efla samkennd og samvinnu, kenna meira heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, alþjóðlegt samfélag og mismunandi menningaheima, kenna umburðarlyndi og efla jöfnuð og jafnrétti í víðum skilningi. Það er þakkavert að vinna með starfsmannahópnum í VFMA. Ég er afar stolt af samstarfsfólki mínu fyrir fagmennsku þeirra og umhyggju fyrir nemendum og þeim gildum sem skólinn stendur fyrir. Kærar þakkir öll fyrir samstarfið á árinu. Ég vona svo að þið öll gleðiríkan og hátíðlegan dag framundan og fyrir hönd starfsfólk Verkmenntaskólans óska ykkur öllum til hamingju og munum að brosa með hjartanu.